Þetta var smá þögn og meðan varði Sveinbjörn Pétursson frábærlega og Atli Ævari á línunni. Hérna kom maður aftur í sama kerfi á hann og eftir að skilja á marki Guðmundur Hólmar. Þetta er vel gert, kemur á ferðinni á flata vörn Háka þarna í bakverðinum. Guðmundur Hólmar komið sér netið þráttur að brotið hefur verið á honum. Staðan 1-3, 4,5 mínúta liðin. Akureyringar búnir að stilla trommurnar þannig að nú þarf loksins að heyrast eitthvað í áhorfendum. Atli Villi hann kastar frá sér boltanum. Guðmundur Hólmar, Bjarni Friðsson og hann gefur Odd, frábær sending, Oddur skorar. Já, frábær byrjun hjá það er kallað á deildarmeistaraefnum. Akureyrar komnir í 1-4. Það var lítið fyrir þessu hérna í upphafi. Kemur Ólafur Bjarki og snögg sending og boltinn fer væntanlega út af. Já, koma Akureyringar. Það er algjört slinn yfir handboltanum sem Háka var að bjóða upp á hér í upphafi. Og ljóst að Akureyringar keyra yfir þetta ef að heldur áfram sem horfir. Já, Heimir kallar kerfið. Bjarni út í hornið og Daniel ekkert, bara maður á boltan. Línan sem sagt og kemur Villi upp, Sveinbjörn með og hvernig er þessu Vilhelm og Atli. Já, Sveinbjörn er í þessu en inn fyrir bolti núna. Atli Ævar Ingólfsson með sitt fyrsta mark. 2-4. Já, Vilhelm Gauti barðist vel fyrir frákastinu þarna. Við heldum svo lífi og Atli náði að skora. Sama Vilhelm skiptir í vörninni og inn á kemur Bjarki Már Gunnarsson með afsendurum hérna í 5-1 vörninni sem að Háka spilar. Bjarni, Guðmundur Hólmar. Já, æðir Atli Karl Backmann út úr horninu og Daniel nýtið færið að sjálfsögðu. Daniel Örn Einarsson kominn á blað, staðan 2-5. Já, Atli Ævar á línunni og hann skora núna. Annar markið sitt, 3-5. Þetta var vel gett á þeim Ólafur Bjarka og Atla á. Þannig kemur Heimir í hraðaflöp, þetta er framhjá. Ólafur Bjarki, Daniel mætir honum framalega. Það er Bjarki boltan og hann fer í gegn eða hvað, Heimir brýtur á honum, aukakast. Já, ég held að Hákamenn fá vítakast en ætla nú ekki byrja að brjóta nú vel fyrir utan. En Heimir, Gísli Jóhannsson og Hafsteinn Ingibergsson eru það sem að dæma hér. Það var alltaf ágætið stjórn á þessu til þess að Ólafur Bjarki, Atli út í hornið á Leo. Snær Vilhelm og Atli fer í gegn og glæsilega gert hjá honum. Já, hann er vaxandi Atli Karl Backmann. Minnkar þetta í 1 mark, 4-5. Mikið meiri hraði þarna í sóknarleiknum hjá Akureyri. Létu bolta ganga vel og það var ekki að sögum að spyrja. Sköpum sér færi. Það fundi leiðina fram hjá Sveinbjörni hérna síðustu mínútur. Þetta er frábær byrjun í honum. Leysir Oddur Gretarsson hér úr vinstra horninu, fer í hægri skiptuna. Þannig að Daniel í horninu fer ekki inn. Kemur Oddur, Heimir. Daniel leysir Oddur. Kemur sér í vandræðin, Hörður fann hann nær boltanum, höndi komin upp. Þá er það Bjarni Friðsson eitthvað, nei, grípur þetta ekki og boltinn út af. Já. Þetta Hákomin jafna metin. Atli og Vilhelm mæta Ólafur Bjarka hér út á velli. Kliftur alveg út. Það fer svo sem mjög mikið í gegnum hann og fljótur að bregða til þessar ás. Bjarki Már á horninu og skorar 5-5. Og við Háka á nummer 4, Bjarki Már Elínsson. Já,
gagnrýndi leik HK fyrir 4 mínútum síðan fyrir hægan og slenmikinn en bjóður upp á örlitla baráttu, vinna frákast og það kveikir í liðinu og þeir eru búin að jafna. Bjarni Friðsson á varið, þetta er aukakast. Björn Ingi Friðjónsson kom með 2 mörk í marki HK. 2 skot var eins segi ég. Það er Daniel að reyna að finna sinni á horninu. Gengur ekki og Akureyri kemur aftur. Guðmundur Hólmar. Vel varið hjá Bjarka Már Gunnarsssyni. En boltinn í innkastið og Akureyri kemur aftur. Leysir Oddur úr vinstra horninu. Bjarki brýtur á Heimi Erni. Vanta aðeins tempo í sóknarleikinu Akureyri hér í byrjun. En það er alveg í lagi þegar þeir eiga þennan mann Guðmundur Hólmar. Það er ekkert fyrir þessu. Kemur Akureyri yfir á 9-5-6. Skora sér 3. mark í leikið. Virkilega vel hérna í byrjun. Duglegur að reyna og hann skila mörkum. Daniel Berg Gretarsson kominn á miðjuna í HK. Lítið eftir hundahörnu en er hér til að spila á Sveinbjörn Grípur frá Villa og Oddur í hraðaplöpunu og það er inni. Já, hlutningi var í þessu en inn á boltinn 5-7. Ólaður Bjarki tekir umferð þarna áðan og það er einfaldlega að setjast aðeins á bekkinn, kýla sig og vilja ekki spila 5-5. En Daniel Berg grípur ekki boltann hér og Akureyringar. Við höfum séð þetta áður á tímabilinu að Ólaður Bjarki fær út af og sóknarleikur hrinni. Ekki byrjar að vel núna. Gerðist á móti Selfossi. Leik sem við vorum í beinni hérna á Sport TV. Já, sending á línuna, vel varið. Hörður Fannar með skotið sem Björn Ingi varði. Það kemur Vili og finnur Örnavar og Atla Hævar segi og það er varið enn og aftur. 7. skotið sem Sveinbjörn er. En hér vinnur Leó Snær boltan. Bjarki Már Elísson, hann fer inn vantarlega, snýr. En óöppinn snýr hann í stöngina. Já, kastaði boltanum aðeins svo langt. Akureyringarnir geta komið sér 3 mörkum yfir og 9. Það er mest munað 3 mörkum á liðunum. Galoppi fyrir Daniel en ekki alveg nógu fljótur að bregðast sig eftir hann greip boltann og Bjarki Már Gunnarsson á að brjóta á honum. Oddur, Guðmundur Hólmar. Bjarni Friðsson og Heimir út í hornið Odd. Dauðafæri og hann skorar. Já, 4. markið Oddur og Guðmundur Hólmar að bera þetta upp í hér Akureyrar megin í markaskóri. Oddur með 4 mörk, Guðmundur Hólmar 3. Frábærir ungu strákarnir hérna að vinstra megin. Liðið Akureyrar. Það er það. HK, Daniel Berg þá stýra leiknum hérna hægra megin. Og Daniel lætur verja frá sér. Sveinbjörn með neitt skotið og þessi bolti fer á Bjarna Friðsson. Hann klikkar ekki þessum færum. 4 marka munur. Hörður Másson er kominn inn í hægri skiptunni hjá HK. Með boltan núna í skiptunni hérna. Og átekur HK leikli. Ekki ánægð með þetta Kristinn og Erlingur.
Akureyringar geta aftur á móti verið kampakátir með þetta. Fyrir utan 4 minna kaflaðan þegar HK skoraði 3 mörk í röð hafa Akureyringar haft sögla haldir í þessum leik. Það voru verðskulda 4 mörkum yfir eftir rétt tæplega kortersleik 5-9. Já, sem Kristinn verið að partí við því að þeir nýti færin ekki nógu vel. Já, vill fá leikgleði. Sammála því. Slinnuríkur handbolti er ekki vænlegur til árangurs. Ólafur Bjarki kemur hérna inn á aftur fyrir núna í skiptuna. Daniel Berg áfram á miðunni. Akureyri með sitt hefðbundna lið. Guðlaugur Arnarsson í hjarta varnarana með herði. Daniel fer í gegn, þetta er vel gert hjá honum, hann er kvikur og 2 mínútur á hörfannar. Já, þú stuði fengið frekar að sjá spjaldið á loft en hann nýtti. 2 mínútur fyrir vikið, ekkert þetta kvart yfir því svo sem. Akureyri eina færi og Oddur gerir sér líklegan til þess að stinga sér inn á horninu síns mér. Nei, það er Daniel sem fer. Bjarni fær í einangrun og reyna að finta. Já, það varist þarna hjá Herði Másinni. Guðmundur Hólmar, Heimir og Bjarni. Þetta fer hann í einangrunarspilið. Nei, Guðmundur Hólmar. Já, vel gert hjá Heimi Erni Árnasyni. Já, hvernig sjáum við hann ekki draga vagnin þegar á þarf. Frábært alveg. Það er ekkert fyrir þessu. Það er náttúrulega verða annarkvort að standa hávarnuna betur að ganga út í hann. Það er létt með þetta. Já, Ólafur Bjarki fer áleika létt með þetta. Skapaðist pláss og 3 marka munur og 9-7-10. Fljótir að skora 50 sekúndur þá eftir að ná refsingunni. Akureyri áfram einum færi. Daniel leysir aftur alveg svo á hann. Einangra fyrir Bjarna sem fyrir inn á horninu eða eitthvað. Nei, brotið á honum. Guðmundur, Heimir. Bjarni. Já, nú fyrir hann í gegn og reynir á nærstöngina. Björn Ingi varði þetta. Já, dýrt aukakast þarna sem Bjarni fær. 8 sekúndur í manninn. Það er þannig að vera að koma inn á. Það er gert hjá Akureyringur búinir að éta niður tímann og opna hérna línuna. Frábært mark hjá Daniel Erni Einarssyni. Hann sannað 7-11. Gjörsamlega gleymdu sér hérna í miðri vörninni hjá HK. Og þetta fór 2-2. Hinnum fær í kaflinn. Já, Akureyri. Já, Sigurðan Björnsson kominn hérna í hægra hornið á HK. Hreyfa vel mannskapinn. Já, leita hérna línunni brotið á Atla Ævari. Ólafur Daniel og skref á Daniel Berg. Oddur Gretarsson, Bjarni Friðsson hérna hægra megin. Hann skorar. Frábær hraðablöpinn. Ösku fljótir bæði Oddur og Bjarni. Miklu fljótar heldur en HK með tilbaka. 5 marka munur. 13 mínútur til hálfleiks. Já, það er erfitt að vinna mikið mun gegn Akureyri og en lengur sem munurinn helst mikið þá
aukast líkurnar á því að þeir vinni titilinn í kvöld. Sveinbjörn Ver, Oddur sjáu hvað hann fljótur, langfyrstur og skorar. Þetta er einstaklega auðvelt fyrir Akureyri þessa stundina á þennan fyrri hálfleikinn. 7-13. Gríðarlega einbeittir. Þeir ætla sér að vinna titilinn, ekkert að treysta á það að FH bara tapa stigur. Þetta er það eina vitið. Atli, snúningurinn og það er í stöngina. Það fellur ekkert með henni einfallega. Guðmundur Hólmar, það er inni. Flutningi varði þetta inn. Hvað er lengi að átt að sjá því að það hefði farið réttum með stöngina hérna dómarinnir, en ekki spurning, hann var alltaf vinnið þessi bolti. 7-14. 7 marka munur, helmingsmunur. Bjarki Már leysir hér úr vinstra horninu, Ólafur Bjarki upp. Það er inni. Ólafur Bjarki þarf að draga vagnin eins og þessi leikur er að spilast. Það er litla skotóknun. Hægra megin, nánast enga. Nú má svo reyna Atli Karl Backmann þegar hann var inn á. Það er Ármann Davíð Sigurðsson kominn inn á. Vörnin á að mæta Guðmundi Hólmari. Hann er ekki að gera það sem hann listi til við þessa, sem er Heimir, Oddur. Já, þetta var vel þessi Ólafur Bjarki, Bjarki Már Elísson með fremstur. Oddur er með honum. Bjarki kemst alla leið og setur þetta í stöngina, aukakast. Já, Bjarki Már vildi fá eitthvað annað. Ég held að þetta hafi bara verið rétt. Oddur var einfaldlega fljótari tilbaka. Ólafur Bjarki, Atli, nei þetta er Ármann, það brotaði honum. Ólafur Bjarki, Daniel. Hörður Mása með skotið, það er máttlaust. Daniel, Oddur Gretarsson segir, heyrðir þetta, Daniel með honum. Fær boltan eða hvað? Já, Ármann er tilbúinn í smá baráttu og vinnur boltan. Þeir eru, já, þetta er skemmtileg smá fætingur hérna. Ekki veitir af til þess að lífga upp á hann blessaða leik. Þá kom hann verið eins og draugar og Akureyringar ekkert haft fyrir þessu. Við viljum fá meiri spennu og meiri skemmtun í þetta. Atli Karl Backmann kom inn í skiptunni, er ánægður með það. Oddur segir, Ólafur Bjarki er þetta sjálfsögðu með skotið yfir. Akureyringar sem komaður upp í rólegheitum. 9 mínútur til hálfleik, staðan 8-14. Og fátt sem bendir til annars en að Akureyri landi deildarmeistaratitlunum, fyrsta titli í sögu Akureyri handboltafélags. Oddur, Heimir. Já, fljóksending, Bjarki Már pikkar þetta upp. Þeir eru tveir hérna, Bjarki fer sjálfur og Sveinbjörn Ver. 9. skotið sitt, ekki meira en minna. Það er Bjarni Friðsson. Róa þetta niður, skrifa meiri eða hvað. Já. Neðst við þess. Guðmundur Hólmar rífur svo lausan en það er ekki að klára þetta dæmdur ruðningur. Það var ekkert brotið á honum. Atli, Oddur, sjáu því hvað hann er öflugur í þessu. Stelur boltanum frábærlega og fær boltan. Spila hérna saman, Bjarni Friðsson. Skorar. Hérna skorar sér 3. mark. 8-15. Já, menn mega ekki dribbla svona á miðjum vellinu þegar Oddur
Gretarsson í 5 metra radíus, hreinlega ótrúlega lúkinn í þessu drengurinn. Laður, Atli inn á línuna, Ármann og hann skorar. Þetta var Ármann Davíð Sigurðsson sem eitthvað ballaþulurinn sagði hér. Níu 15. Guðmundur, Bjarni og Heimir út í hornið. Oddur, hann skorar alltaf. 7. markið hans. Fyrir hreinlega á kostum. Veist að ég klikkaði á því upphafi leiks að merkja við hvað ég klúra mörgum sóknum. Það eru ekki margar ótrúlega góð sóknarnýting hérna hjá Akureyri í fyrri hálfleik. Komum við 16 mörk á 23,5 mínútu. Með ólíkindum. Ekki verið svona góðu sóknarleikur frá því maður mætti hérna í Digranesi í lok september og Sveinbjörn 10. skotið varið. Bjarni. Oddur leysir úr vinstra horninu. Bjarni hérna inn á miðjuna, finnur Hörðfannar eitthvað brotið á honum. Gult spjald á loft. Ármann fær það. Finnur Hörð aftur og nú er það varið. Björn Ingi, Oddur stelur boltanum. Eitt stykki gefins, 9-17. 8 marka munur. Já, hérna. Við höfum samt ekki að pakka saman og drífa okkur niður í Kaplakrika þessum að leikur Selfoss FH byrja kl. 19:30. Við höfum að halda okkur við þennan leik og ekki ekkert sem betur til þess að þetta verði spennandi. Akureyri að leika sér að arfa slökuliði HK. Lið sem að myndi mætast í úrslitakeppninni. Mótið væri búið núna. Og Daniel Bergmann skotið framhjá. Það verður ekki spennandi rimma með þennan fyrri hálfleik, það er ljóst. En þetta er ekki búið. 5 af 3 leikiliðan á tímabilinu hafa Akureyri unnið með einu marki. Skulum ekki afskrifa slaka heimamenn hérna alveg strax. Oddur leysir úr vinstra horninu. Nú Bjarni. Heimir. Sama kerfið aftur og aftur og aftur og alltaf gengur þetta upp. Heimir Örn Árnason að skora sitt annað mark 9-18. Já, Bjarki Már Gunnarsson, það er sjálfsögð mark. HK megin 10-18. Hér er það Halldór Logi Árnason sem kemur inn og rétt búinn að stilla sér upp á línunni þegar Daniel Örn Einarsson fer inn á horninu og skorar 10-19. Sá þetta ekki nógu vel fyrir Sjóranum sem ég sitt upp á en virkaði óttalega auðvelt hjá honum. Koma sér hann í gegn. Verki. Óluleg blokkering á Ármann. Já. Þrjár mínútur til hálfleiks. Akureyringar alveg haldið sig við sitt leikplan. Spila þetta rólega, fara í kerfi svo skora hún annars öllum sóknum. Ekkert stress, mjög yfirvegaðir. Sveinbjörn góðun í markinu. Og búið til frábært forskot.
verður erfitt fyrir HK að vinna upp. Hérna Halldór, það er varið. Valgeir Tómasson sem kom inn í markið verð hérna og enn einu sinni kastaði frá sér boltanum. Það leiði mér að segja auðlulega og Oddur Gretarsson skorar sitt 8. mark. Ég ætla að vona stuðningsmenn HK sem sitja þarna á móti mér hafi ekki borgað sig innarlega til þess að fylgjast með þessu. Akureyringarnir aftur á móti, þeir geta verið kampakátir. Daniel, Atli missir boltan. Já, fá boltan aftur hérna. Dómarnir aðeins að aðstoða. Líklega rétt samt. Atli, Daniel, hvernig að spila saman vinstri megin. Gunnarsson upp og Sveinbjörn enn eitt skotið frábær í markinu strákurinn. Og brotlegir, Ármann brotlegur. Bakgrinding líklegast. Sveinbjörn kom með 11 skotvarinn. Já. Daniel brotið honum. Heimir finnur línuna Halldór Logi. Nautið eins og hann er kallaður. Brotið honum. Já, hérna er það Daniel Örn. Já, vel var í hjá Valgeiri. Það verður hérna 2 skot. Og hvað? Tapaði boltanum einu sinni viðbót. Nei, Bjarki Már sleppur með þetta og Bjarki Már Elísson í gegn. Setur hann í stöngina. Sigurjón. Hann skorar. Sigurjón Friðbjörn Björnsson með sitt fyrsta mark. 11-20. Og að sjálfsögðu taka Akureyringar leiklið hér til að setja upp kerfið fyrir síðustu 23 sekúndur hálfleiksins. Það er ekki spurning að þeir vilja fara með 10 mörk inn í leiklið. Það segir sig sjálft. Kristinn lætur sína menn heyra þarna fá einbeitingu og Atli tegnar vantilega bara upp kerfið. Fá rétta tímasetningu á það svo að þeir nýti tíman vel. Þetta eru 23 sekúndur sem þeir hafa. Það er óþarfi að gefa HK og færa og minnka þetta niður í 8. Nýta tíman og reyna að ná skotið þegar lítið er eftir. Já. Já, það er þetta stað hér. Það er samanlega að byrjaði leikinn fyrir utan að Halldór Logi er á línunni fyrir Hörðfannar. Leiknunni fyrir utan og í hornunum. Þetta Bjarni, 5 sekúndur, Guðmundur Hólmar og það steinleikur. Þetta kerfi yngur fullkomlega kjöðan. Staðan 11-21 í hálfleik, 10 marka munur. Háðuleg útreið. Akureyringarnir að spila eins og deildarmeisturinn sagði mér. Það er það sem þeir verða hér á eftir. Fer sem horfir. Oddur Gretarsson markaðastur hjá þeim með 8 mörk, Guðmundur Hólmar 5. Hinum megin eru markaðastu menn með 2. Sveinbjörn Pétursson varið 6 skot í markinu. Við ætlum að fara í auglýsingar og komum með seinni hálfleikinn af Vörmuspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max.
Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinnir, I am number 4. Þau voru 9 sem földu sig allan heim. Hvert þeirra hefur sitt númer. Fyrstu 3 eru dáin. Hann númer 4. I am number 4. Heimsfrumsýnd 18. febrúar í Sambíónum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Stundum bjart í lífi hvers manns sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo stökk dæmi það að augnablikið breytir stundar stað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. N1, meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Komið sælir og nýja ávorandi góðir, við erum hér í Dýranessinu, staðan HK 11, Akureyri 21, hálfleikstölu. Það aðeins yfir markaskorara. HK megin það Bjarki Már Elísson, Ólafur Bjarki Ragnarsson og Atli Ævar Ingason sem skoruðu langmest 2 mörk hver. Bjarki Már Gunnarsson, Atli Karl Backmann, Ármann Daði Sigurðsson, Daniel Berg Grétarsson og Sigurjón Friðbjörn Björnsson allir með 1 mark hver. Björn Ingi Friðjónsson varði 5 skot í markinu framan af. Falkell Tómasson kom og varði svo 2. Hinum megin það Otto Gretarsson, atkvæðamestu með 8 mörk, alveg frábæri hálfleiknum líkt og Guðmundur Hólmar Helgason skoraði 5. Daniel Örn Einarsson 3 og Bjarni Friðsson líka. Heimir Örn Árnason 2. Sveinbjörn Pétursson mjög góður í markinu, varði 11 skot. Þá leikurinn hafinn og þeir byrja á að skapa sér færi. Daniel, en hér er Björn Ingi. Og kemur HK. Og þeir komust yfir miðju, kostuðu ófáum boltum frá sér í fyrri hálfleik á eigin vallarhelmingi. Þeir reyndur hraðaplöp en spilum hvort við sem einbeittari og betri núna. Ekki veitir af. Það tap ekki með miklu mun. Eli á brotið honum. Ólafur Bjarki. Framdræðgangur þarna á HK-mönnum. Atli Karl Backmann hérna í hægri skeytunni, Ólafur Bjarki á miðjunni, Vilhelm Gauti í vinstri skeytunni, Bjarki Már Elísson og Sigurjón í hornunum, Atli Ævar á línunni. Ólafur Bjarki kastar hann í niðina sem Atli var áðan, tapar boltanum og Bjarni Friðsson, 11 marka munur. 11-22. Markanleikurinn í Akureyri er mjög góður. Þeir í fyrstu sókn HK unnur boltan og enn eitt hraðaplöpið. Þannig að vera frábærir. Svartklæddir Akureyringar. Atli, Vili og Ólafur Bjarki. Atli í gegn eitthvað, nei, Guðmundur Hólmar stöðar hann. Bergi kerfið. Höndun uppi Vili. Það framhjá. Koma Akureyringar. Heimir prófar þetta strax. Handar sér við keimplanið. Heimir við að róla langar sóknir. Þetta keyrir hraðan upp á óþörfu. Hann keyrir hraðaplöpun einhvað sem er mjög vel. Bjarni. Já, Björn Ingi verð þetta auðvitað. Vilhelm Gauti. Frábærlega varið í vörninni. Ólafur Bjarki geta afstæð, Vilhelm Gauti leysir. Ólafur leitar Atla, Heimir tósar hann og gripinn glóðvolgur. Fær 2 mínútur, Heimir Örn Árnason. Ekki sáttu við þetta með að Atli Ævar hafi verið íkjað þetta. Glæsilega dýfurhreyfingu. HK-menn skora sér fyrsta mark í seinni hálfleik. Atli Ævar inn. Hann skorar. 12-22. Atli Ævar þá verið markaðistur í liði HK með 3 mörk. 10 marka munur. Otto Gretarsson fer hér á miðuna. Bergvin Þór Gíslason í vinstra hornið. Guðmundur Hólmar. Það er Bjarni boltan út í horninu. Hondur með skotið, vörnum tekur þetta. Bjarki Már fljótustu fram með þeir. Ná ekki gefa á hann. Vilhelm Gauti.
Helgi Már Gunnarsson út í horni, Sigurjón og afleitt vippaði hvað, nei. Hélt þetta var yfir en þetta var bara í stöngina. Var svo sem ekkert alltof góð en ég hélt hreinlega að hann var að setja hann yfir. Þannig að getur sjóna horni Bleckmann. Í stöngina fór hann óheppni. Það var klöfagangur. Leysir Daniel á hægra horninu og Bjarni Kristjáns að fara inn á dimáttunum, fær denda á sig skref. Ákvæmenn koma þessu niður í 19 sekúndar í að þeir verið með fullskipalið. Ætliði var hérna sirkuskot, það er aldrei á ramman og Akureyringar koma sér hægt og rólega. Oddur bendir á klukkuna, 5 sekúndur í manninn. Engir og þarf að flýta sér. Halldór Logi inn á línuna. Þetta er hérna milli 1 og 2. Leysir hann á horninu, Bergvin. Er í skiptuna hægra með Guðmundur Hólmar. Björn er mættur, Halldór Logi. Nei, Frákason og skorar. Dómi Árnason kom með sitt fyrsta mark og aftur í munurinn 11 mörk. Já, skammast mér ekkert fyrir að segja það að ég bjóst í spennandi leik en nei. Þegar sem við fáum Atli Karl, já, vel gert hjá honum. Hann ræðis upp í samskeytun og Hörður Fannar. Það er hér 2 mínútur. Þeir eru einhver að pústra móti Atla Ævari. Atli Karl er hérna að skora sitt annað mark. Og minnkar þetta í 13-23. 6 mínútur og 5 sekúndur liðnar af seinni hálfleik og Akureyri aftur einum færi. Það er Oddur í vinstra horninu, Guðmundur Hólmar hér vinstri skiptinu, Heimir kominn inn á miðjuna á ný. Daniel leysir úr hægra horninu og Bjarni dregur svo það vantilega út. Heimir, Guðmundur aftur og hann skorar. Já, Björn Ingi sá þennan bolta seint. 11 marka munurinn í 13-24. Skiptir það engu máli hvort þeir eru með jafn marga leikmenn eða ekki. Akureyringar, þeir skora bara alltaf. Þetta er vonandi að þessi að skila sér Hafsteinn í Ingibjörnssoni. Honum er kalt. Það er kalt út í horninu og vill láta loka einhverjum hurðum hana. Það er kynnt að opna. Já, það er erfitt að þurfa að standa lengi í kjörn. Já, það getur erfitt að dæma svona óspennandi leiki. Manni verður bara kalt við það. Vilhelm, já, þetta er laglega gert hjá honum, boltinn fór inn, já, sýndist það líka 10 marka munur í 14-24. Sveinbjörn tilbúinn að fórna sér í þetta, náða að blækja boltann en hann kom inn allir inn fyrir. Hafsteinn var nálægt stönginni þarna sem hann var ekki í kuldunum, sá það vel. Hann leysir Daniel úr horninu. Saman kerfið fer hérna milli 1 og 2 vinstra megin. Oddur, Guðmundur, Bjarni leysir á móti boltanum, opnar pláss fyrir Heimi og hann skorar. Vel gert. Já, þeir eru klókir þessir strákar með reynsluna þarna, Bjarni og Heimir. Nú er búin að átta sig á þessu. Villi í gegn, það er víti.
Þetta er fyrsta vítakastið í leiknum. Já, ég er ekki að fara með rangt mál. Þetta er fyrsta vítakastið í leiknum. Það kemur hér eftir 8 mínútur í seinni hálfleik. Bjarki Már fer á vítapunktinn. Elísson og setur þetta örugglega í netið. Kom með 3 mörk og minkar aftur í 10. 15-25. Gengur erfiðlega hjá HK að minnka muninn. Guðmundur Hólmar, Sverningi mættur. Og hvað? Já, þeir koma sér nánast yfir miðju, töpuðu boltanum með ólíkindum. Hvað þetta er daburt. Jæja, fyrstu Akureyringar frá sér boltanum, línumæðurinn í einhverjum boltaæfingum þarna sem átti ekki að vera Atli Bjarki Már og 9 marka munur. Og fyrir HK númer 4, Bjarki Már Elísson. Munurinn ekki verið minni síðan á 27. mínútu heldur. Sextán 25. Guðmundur, Bjarni, hann langar að skjóta, nei, gefur á Guðmund. Hann langar í það minnst að gera þetta eitthvað sjálfur, Bjarni þarna. Dútli höndu komin upp. Já, hann skaut þetta. Sá slangalegir hvað hann ætlaði að gera í þessari sókn. Hann er stundum í svona hluti. Þessi frábæri leikmaður. Þetta heyrum við Atla Hilmarsson óska eftir einbeitingu frá sínum mönnum. Hann ætla að hleypa sér í kærulausið og geta HK með verið fljótir að minnka muninn. Ólafur Bjarki segir kalla kerfið. Leikir Bjarki Már Elísson. Ólafur, þetta er varið og HK á þennan bolta. 14. skotið sem Sveinbjörn er. Ólafur Bjarki, þetta er Karl, þetta er þröngt og þeir tapa boltanum. Oddur stelur honum. Ekki fyrsta skipti í leikni sem að stela boltanum, Oddur Gretarsson. Hann róar þetta. Þetta tæki sinn tíma í hverja einustu sókn. Minni tíma og þetta sóa orkunni og óþörfu. Vel spilað, Oddurinn á Halldór að lína á hann, já, líklegast rétt. Hann var æði neðarlega, kemur Vilhelm Gauti. Daniel fellur og Villi skorar. Hinkar þetta í 8 mörk, 17-25. Gat nú ekki séð Ólafur Bjarki tæki Daniel viljandi niður en Daniel mætir honum alltaf efst upp á vellinum. Gæti alveg trúið að það sé nett pirrandi. Heimir. Og Bjarni til hornið og Odd og hann fer inn. Það er vel varið, Halldór heyrði frákastið og aftur varið, vel varið hjá Birni Inga. Komið 11 skot varið núna. Það var það Villi á ferðinni, alveg svo áðan, ja, aðeins öðruvísi og skorar eins og áðan. Komið 3 mörk og munurinn skyndilega komið niður í 7 mörk, 18-25. Á 2 mínútum hafa þeir minkað muninn úr 10 mörkum í 7. Og Akureyringar gera sér svega örlitla værukærð og HK með fljótir að minka muninn örlítið en það þarf meira til.
Heimir. Óluleg blokkering á Halldóri. Já, þeir eru samkvæmið sjálfur sér í ólulegu blokkeringunum, Gísli og Hafsteinn. Geta byggð annað. Hérna er Sigurjón, hann skorar núna. Sigurjón Friðbjörn Björnsson kom með 2 mörk og 19-25, 6 mörk. Það er engin munur á 17 mínútur eftir. Já, allir tekur leikli, skilja hann vel og langar með að fylgjast með þessu leikli ef ég get. Já, fljótari tilbaka segir hann. Lykilatriði geta staðið vörnina, hann er vinnaði tíma. Já, Karoleikin halda einbindingu, þetta er ekki flókið skilaboðum. Það eiga þau ekki að vera það. Samma tíma sýndust með Kristinn hinum með róskettir meira og betra flæði í leikinn. Ég er með opin augun og fylgjast með því sem að fylgjast með samverunum opnum í kringu sig. Hvernig var að fá svona alvöru stemning í húsið? Já, Hallafylurinn hér í dýrinu sem róskettir alvöru stemmingu, það er gert hjá honum bara. Það er aldrei að vita nema en þau bóðu upp á slíkt, já, það heyrist aðeins síðan, skemmtilegt. Ekki bara Akureyringunum, líka heimamönnum. Já. Heimir Oddur, Guðmundur og Bjarni. Guðmundur Hólmar, hann nær skotinu gegn, Björn verð þetta auðvitað. Kom með 12 skot var einn Björn Ingi Fríðjónsson. Vilhelm Gauti, missir boltan, já, tvígrip. Líklega stengt tvígrip. Já. Fór ekki Akureyring. Boltinn. Já, þau geta komið þessu niður í 5. Þetta var... Þetta verður áhugavert. Heimir. Já, hann sýnir mönnum hvernig þeir eru að gera þetta. Bara einfalt og eins og þeir eru vanir. 19-26. Mínútur liðnar af seinni hálfleik, 7 marka munur en HK aðeins meir inn í þessu. Bjarki Már Gunnarsson núna í vinstri skítunni, Vilhelm Gauti fær að spila sig í sókninni. Rólaði Bjarki Már, Heimir brýtur á honum. Já, góð fótavinna þarna hjá Heimi. Bjarki kallar kerfið, leysir Bjarki Már Elísson eða hvað? Nei. Alli, Ólaði Bjarki, sér hægra horni Sigurjón og það er Sveinbjörn sem ver. Já, 15. skoti sem Sveinbjörn ver. Heimir Oddur og Heimir prófar þetta. Afsalsöðu. Seinni hálfleikur hálfnaður, 7 marka munur og Akureyri með boltan. Þeir virðast aðeins vera farnir að ná betri tökum á þessu aftur eftir að hafa mist hausinn í augnablik. Leiklið að skila sínu. Sýnir mér. Komnir í sömu kerfin sem að skilja svo góðum árangri í fyrri hálfleik. Daniel leysir á hægra horninu. Heimir finnur línuna, Hörður Fannar skorar. Já, öruggur Hörður Fannar Sigþórsson skorar sitt fyrsta mark. Við erum komin upp í 8 mörk. Verulega erfitt fyrir HK. Þetta Akureyringar ekki vanir að tapa niður 10 marka fórustu. Atli Karl, glæsilegt skot hjá stráknum. Setja hann upp í fjara hornið. 20-27 og hann þarf að taka miðinn á réttum stað.
Guðmundur Hólmar á miðjuna og Heimir Örn í vinstri skyttuna. Þannig að það verður boðið upp á annað kerfi. Heimir. Þetta er að herði, finnur hann. Á lína. Þetta er örugglega rétt. Björn Ingi varði þetta hvort þið er. Heimir Vilhelm. Og finnur hægra hornið, Sigurún inn. Og skorar aftur 6. Já. Þessi hraðaflsmörk telja svo mikið. Þrettán mínútur, 6 marka munur. Já, enn er verið að biðja stúkunum að láta betur í sér heyra. Guðmundur, Bjarni. Já, brotið á honum. Bjarni Friðsson með skotið, Björn Ingi ver. Þetta var ótímabært skot. Það var Vilhelm Gauti, Ólaði Bjarki snýr við og glæsilegt mark hjá honum. 5 marka munur. Virkilega vel getið Ólaði Bjarka aðeins hans 3. mark. Og munarum minna, þarf að láta meira til sín taka. Sérstaklega þegar andstæðingurinn skorar mikið og Akureyri er búið að gera þessum leik 27 mörk, en sem hafði hugfast á 18 mínútum hefur HK Akureyri segið að hann skorað 6 mörk í seinni hálfleik. Gegn 11. Var Heimir langdrað og hvíld. Oddur fer á miðuna, Bergvin í vinstra hornið. Oddur fer í gegn og sjálfsögðu skorar hann. Það er snillingur þessi drengur, komið 9 mörk. 22-28. Ákaflega yfirvegaður. Létt með að skella sér út fyrir. Kemur Daniel Berg Gretarsson inn á. Spila hér nokkru mikilvæg mínútum meðan Ólaði Bjarki var að kýla sér fyrir lokasprettin. Atli. Daniel. Sigurjón. Daniel aftur. Þetta er vandræðilegt. Þeir eru tveirinn á línu hérna. Bjarki Már Elísson og Atli Ævar og hann nýtir sér blokkinu. Atli Ævar verið þarna Daniel Berg og skorar annar markið sitt. Kemur þessu aftur niður í 5, 23-28. Já. Gísli stöðar í leikinn. Já, það er mikið alveg þetta snerist enn. Ólaði Bjarki kominn inn á nýjan leik hér í höldunni á HK. Daniel út af. Heimir, Guðmundur Hólmar, hávörnin há og skotið yfir. Ólaði Bjarki Már Gunnarsson. Hann hefði átt að koma boltanum aftur á Ólaði Bjarka. Hérna fær hann fyrir fót. Ekkert dæmt, bara áfram. Hafsteinn var áfram með leikinn. Óþarf að flauta. Vilhelm Gauti leysir, skiptir segi ég. Atli kallinn á. Vel varist og Guli fórnar sér í þetta og dæmt lína að lokum á Atla Ævar Ingólfsson. Góð barátta þarna hjá Guli Arnarsinni. Hann var búinn að lesa þessa sendingu, meinti sig eitthvað í leiðinni. Ég vona að það sé ekki alvarlegt. Akureyringar leika á Hreins Þór Haukssonar og Geir Guðmundssonar. Voru ég verða meira með á tímabilinu. Nú ekki með við því að missa Guðlaug. Jæja, þá er verið að þurrka gólfið og nú fer þetta af stað. Lokaspretturinn eftir 10 mínútur eftir 5 marka munur.
Akureyringar aðeins teknir að þreytast. Svo margoft hefur komið fram með hennum ýmsu miðlum niður Íslandi með fimmskipaðan hóp. Margir leikmenn sem spila margar mínútur í hverjum einasta leik. Guðmundur Hólmar. Heimir og Hörður, nei, eitthvað kast. Oddur á miðunni. Bjarni Friðsson í hægra horninu núna. Daniel Örn fyrir utan. Guðmundur, vel varist hjá Bjarka Már Gunnarssoni og Bjarki Már Elísson hérna fremstur. Daniel með honum, nær boltanum. Þeir eru fljótið tilbaka, Akureyringar. Hörður náði að brjóta þarna á Daniel sem hélt ekki á boltanum þegar hann braut, þannig að erfitt að dæma vítakasti allir. Daniel, hann fer bara á vörnina, þeir stíga ekki út á mótunum og auðvitað skorar hann. Slagur varnarleikur hérna hjá Akureyri. Bjarni, 4 marka munur. Ótrúlegur viðsnúningur. Gult spjald á, ég veit ekki hvort þetta var Erlingur eða Kristinn. Tippa á þennan rauðharða. Það er bara gult spjald. Bekkinn hjá HK. Það eru dýrtið að fara næla fyrir 2 mínútur þessum tímapunkti. Þeir eru Saxa og farnir búin að hægja verulega á gestunum. Guðmundur Hólmar, Bergvin. Guðmundur með skotið, vörnin tekur þetta. Bjarki Már fremstur núna. Hann hlýtur að ná þessu alla leið. Já. Skorar 3 marka munur. Já, hérna hér. Þetta er með ólíkindum þessi viðsnúningur hér í Digranesinu. 25-28. Heimðu stórlítið á áhorfendabekkjanum með þessi HK-menn. Farnir að sjá einhverja glætu með ólíkindum. Einhver geta slögt aðeins í þessu með marki hér. Heimir reynir. Það hafa verið varnartilburð þarna að vera þess með bakinu allega var, en það skilaði árangri. Oddur getur plásur í Bjarna Friðsson sem á einhverjum erfiðleikum með að handleika boltann. Setur hann framhjá. Kemur Ólaði Bjarki. Bjarki Már, það er allt opið fyrir hann og hann skorar 2 marka munur. Já, hérna. Þetta afsökunar því ofnóttorðu. Já, hérna, en þetta er 7. markið hans. Bjarka 26-28. Þá kemur Uxinn í markið, Stefán Gunnarsson, hann á að loka þessu. Heimir, Guðmundur, varnarleikurinn í HK til fyrirmyndar hérna í seinni hálfleik, en Oddur, búinn að nota mörg skref í þetta. Kom boltanum í netið. Það er að nota snerpuna sína. Oddur. Heimir. Hann var náttúrulega að nota reynsluna. Svolítið mikið hnoð. Það er ekki það sem að skóp munin hérna í fyrri hálfleiknum. Oddur, þetta er framhjá. Aukakast. Heldur reyndar að hollkast hefði verið réttari dómur, en það skiptir ekki öllu máli. Heimir með skotið og Björn Ingi Ver. Óheppinn hérna með skotið Heimir. Skoppaði aðeins og seint boltinn, aðeins fyrr og hafði þetta farið yfir löppina, yfir ristina. 26-28, ennþá tæplega 6 mínútur eftir. Svona er þessi íþrótt yndisleg. Munaði 11 mörkum hér í upphæðu seinni hálfleiks. En nei, aðeins 2 marka munur nú. Aldrei segja aldrei. Ólaði Bjarki, Atli, Bjarki Már. Hann með skotið fram hjá Uxonum. 1 marksmunur. Bjarki Már Gunnarsson með sitt annað mark. 27-28.
Já, ég sagði hérna fyrir útsendingu að menn vilja vinna titilinn, vinna deildarmeistaratitilinn. Akureyri þar 2 stig til þess að tryggja það. Það voru ekkert að spá meir í F-áingum. En þeir hafa aldrei unnið titilinn eins og ég sagði áður og það er erfitt að vinna sin fyrsta titil. Það er bara þannig. Erfitt fyrir taugarnar. Þeir eru með þennan mann, hann getur klárað þetta Heimir. Hann var ekki svona þreyttur. Bjarni, hann fer í gegn. Já, hann er líka hokinn af reynslu, skorar og 2 mínútur á Ólaf Bjarka. Já. Ég veit ekki, með 2 mínútur er markið frábært hjá Bjarna Friðsinni. Ég sá þetta ekki nógu vel. Já, þetta var síðasti maðurinn sem að HK-menn vildu missa út af. Þegar innan við 5 mínútur eru til leiksloka og munurinn 2 mörk. En það skiptir ekki. Atli Karl, Bjarki Már Gunnarsson, Bjarki Már Elísson. Þetta er mjög þröngt. Þeir ná ekkert að draga vörninn í sundur en frábært mark hjá Atla Karli Backmann. 4. markið hans. Já, ekki er hann hokinn af reynslu en hann hefur mikla trú á sjálfum sér þessi drengur og það er vel. Sveinbjörn Pétursson kemur aftur í markið, Uxi náði ekki að loka þessu í þetta skiptið. Sveinbjörn klár í síðustu 4 mínútur aðeins búinn að lesa leikinn betur af bekknum. Vís til þess að klára þetta. Bjarni Friðsson, þetta er varið, Daniel og það er mark. Lína öskramenn, þetta er ekki. Daniel skorar sitt 4. mark, frábært frákast sem hann náði þarna og ótrúlega pláss sem hann fekk þar sem boltinn var lengi á leiðinni til hans út í hornið en hann lokuði ekki. 28-30. Atli, hérna klikka þessi sending, Oddur og hvað, aukakast Tótur segja, já hann fór fyrir ofan hér, ég er ekki alveg tilbúin að kvitta upp á þennan dóm en já 30 sekúndur ennþá í að Ólafur Bjarki fá að koma inn á. Atli var inn á línunni. 3 mínútur rúmlega til leiksloka. Bjarki Már Gunnarsson farið í andlitið á honum. Guðlaugur Arnarsson fíkur út af. Klaufalegt hjá Gulla. Músíkingurinn ógurlegi þarf að setja sig við að fylla sér á bekkinn og þá ekki að taka þátt aftur fyrir mínúta rétt rúmlega eftir af leiknum. Já, hérna, þetta getur verið dýrt. Já. Það eru liðin í 5 minútum en hvort í 16 sekúndur og þá er það HK einum færi í 1 mínútu og 44. Gríðarlega spennandi lokamínútur eftir 3 mínútur eftir 2 marka munur. Gera HK Bjarki Már Gunnarsson með boltann. Leitar að Atla, hann kemst ekki til boltans, brotið á honum. Þetta var hæpinn línusending, hérna kemur Ólafur Bjarki, nú eru HK menn einu fleiri. Tíminn stöðaður, 1:40 í manninn. Bjarki fer vantanlega strax í árásuna. Nú kemur hann, finnur hornið Sigurjón, fer ekki inn, Atli, Ólafur Bjarki, Atli Karl Backmann, þessi sending, arfaslök og boltinn út af. Ríkaleg mistök, Ólafur Bjarka og Atla Karli. Og Akureyringar reyna vantanlega að éta eins mikið og þeir geta klukkun 1:15 í að verða með fullskipalið. Bjarki Már Elísson tekur Heimir Örn Árnason úr umferð. 2 marka munur, 2 mínútur og 10 sekúndur. Daniel. Bjarni Friðsson finnur Guðmund Hólmar. Hann sækir aukakast. Já, ég hef viljað allt til þess að vinna tíma á. Guðmundur Hólmar klárar þetta. 7. markið hans. 3 marka munur núna og hann sér hræddur að þetta hafi dugað að taka Kristinn og Erlingur leikli.
Kristinn kalla sína menn til sín. Já, það erfitt að heyra nákvæmlega hvað hann segir hérna en ákveðin mikil í því, það fór ekki á milli mála. Já, munurinn 3 mörk, það rétt að minnast á það í upphafi seinni hálfleiks var það 13-24. Já, 14-25 þess að líka. 11 marka munur eftir 5 mínútur í seinni hálfleik. Nú munurinn 3 mörk. Ólafur Bjarki, Vilhelm Gauti inn fer Bjarki Már Elísson og hann skorar úr vonlausu færi. Frábær á demantinu drengurinn, 29-31. Bjarki Már komið með 7 mörk. Verið hríðilegur í færa sér nokkuð vel. Það er mjög vel að dældur. Það er 2 umferð, bæði Bjarnar Friðsson og Heimi reynsluboltana. Kemur Oddur, Guðmundur Hólmar og Daníel Örn. Guðmundur, hann fær aukakast. Bjarki Már neyddist til þess að brjóta, kannski hann svo fljótir að flauta, einhver reyndarnir vildi að markið það talið. Legur hversu vill. Nákvæmlega mínúta og 1 sekúnda eftir Akureyri komið fullskipa lið, 2 marka munur. Þetta stigið sig það minnsta klárt fyrir Akureyringa. Þeir vilja þau bæði því að þá eru þeir deildameistarar. Það eru gaman að sjá það fagna og eftir að sjá hvernig þeir fagna. Þú voru það þannig, þeir, já, Björn Ingi varði, hann kom sér á línuna Atli Ævar. Kemur Vilhelm Gauti, hann er stöðvaður og hann fara sekúndar á klukkunni, 45 sekúndur, 40, Ólafur Bjarki. Hann þarf að vera röskur að þessu hreinlega. Bjarki og Vilhelm Gauti. Bjarki með skotið og Sveinbjörn ver 16. skotið sitt. Og ljóst að bikarinn fer á loft í öðrum af 2 síðustu leikjum Akureyrar. Þeir eiga 2 heimaleiki eftir gegn Aftureldingu og Fram. Bjarni Friðsson út á Daníel og hann skorar 3 marka munur. Og ég veit ekki hvort það er reyni. Og Bjarki Már Elísson reynir, Sveinbjörn ver leiknum með lokið með sigri. Akureyringa 29-32, 3 marka munur. Þetta var erfitt þrátt fyrir frábæna fyrirháleikar voru 10 mörkum yfir. Skulum mynda fagnaðarlætin, hlaupa niður og finna einhverja menn í viðtöl. Njóti myndana þangað til.
Ég er komin hérna með þjálfara deildarmeistara Akureyrar. Þetta var, þið voru með þetta svona leik svo gjörunnin. Svo er eitthvað stress, það er erfitt að vinna titil, ég tala ekki að vinna fyrsta titil, en mikið lítur það að vera sætt. Það er frábært og frábært tilfinning að vera búin að landa þessum titli fyrir þetta félag sem er búin að þurfa að berjast fyrir lífi sínu og hérna greinilega komið til að vera. Þetta er stórkostleg stund fyrir okkur alla og hérna auðvitað var þetta erfitt í dag í seinni hálfleik en því líkur fyrir hálfleikur. Ég er orðlaus hvað við vorum góðir. En auðvitað, þeir breyttum vörn og við fórum aðeins að slaka á og hérna, þeir voru komin inn í þetta aftur og auðvitað gæti það fara allavega, en þetta er bara svo jöfn deild að það má hvergi slaka á og 10 mörkur fljótt að fara, maður sá þetta. Já, þeir eru 10-11 mörkum yfir og mér fannst menn á stöðunni 14-25 sína örlitla værugerð í sókninni og HK leið saxar þetta niður í 7 segi. Já, og Björn Ingi fyrir að vera í markinu sem hann var ekki blöður í fyrri hálfleik og hérna því við vorum að skjóta mikið betur, við komum léleg skot núna á hann í restina, þannig að það var bara eðlilegt og þeir náttúrulega fóru að fá hraðaflsmörkin og ég meina Bubbi fór að verja minna því að vörnin var svo léleg í okkur og þeir náttúrulega skora fullt úr hraðaflum. En þetta er svolítið aukaatriði í dag. Þetta snýst bara titilinn. Þannig að maður er bara ánægður að titilinn er í höfn og hérna það er frábært. Akkurat, takk fyrir þetta allir. Vittu hvort þið ná ekki Odd Gretarsson sem var frábær í þessum leik og ekki síst í fyrri hálfleik. Byrja bara að óska til hamingju með titil. Takk fyrir það. Þeir þarna, menn vilja vinna titilin, ekkert að treysta á það að F fara að tapa stigum. Nei, við vildum bara gera þetta sjálfur. Við erum búin að fá tækifæri til þess og við vorum bara staðurinn og klára þetta núna og það kom bara ekkert að greina. Þetta var loksins í ykkar höndum og þið sýndu það í fyrri hálfleik. Gríðarlega einbeittir, spiluðu sama kerfið aftur og skoruðu nánast í hver einustu sókn, vörnin frábær. En hvað er það sem gerist í seinni hálfleik? Menn bara teldu að þetta væri komið? Nei, við tölum með hálfleika. Við ætluðum bara að keyra yfir, það var bara 0-0 í hálfleik og en það gerist eitthvað, það var eitthvað kæruleysi, það er klart og við verðum að laga það fyrir úrslitakeppnina, það er klart og við verðum bara að klára leikina 100%, ekki bara í fyrri hálfleik. Hleypið þessu niður í 1 en þá sýnir styrkin, það er ekki bara reynsluboltarnir, það er líka ungu strákarnir sem stígu upp og sína karakterinn í lokin. Já. Menn voru að spila frábærlega dag og kom þessi kapli, þessi korters kapli og en það er flott, menn að stíga upp og hvort sem eru ungir eða gamlir og en þetta er gríðarlega sætt og maður er svona léttur að vera búinn með þetta núna. Og ekki skemmir eiga 2 heimaleik eftir og fá að taka við bikarnum fyrir fram að sína áhorfendur. Já, alveg klart og nú fá gömlu kallarnir smá breyk kannski fyrir úrslitakeppnina og aðrir sem að spila minna fá kannski að láta ljósið skína og það verður bara gaman. Það verður ferskir í úrslitakeppninni, það er verið þetta Oddur. Já, ég held ég sé með eitthvað HK-menn hérna. Sé að Villi eru laus, það er verið að ræða við aðra hérna á einhverjum öðrum miðlum. Ekkert sérstaklega hrifinn að því að koma að tala við mig en það hefðu getað komið sér í æði vanlega stöðu í 3. setinu, gerðu það ekki. Þessi fyrri hálfleikur hjá okkur, var það bara því Akureyringar svona góðir eða hvað? Hvernig á maður að vera dipló í þessu? Þeir spiluðu sínleik, skulum orða það þannig. Við vorum eins og, ég held að Einar Jónsson hafi orðað þetta ágætlega í Haukunum daginn. Þetta flokkast ekki einu sinni sem léleg æfi.